Ég meina, við erum þekkti fyrir það að vera bara frekar léttur og kátir, eða ekki? Já, við erum ekkert að fara í of. Svona eins og Dorrit, vinkon okkar. Nú er eitthvað kjaftasaga. Er hún ekki skilin með Óla? Ég veit ekki, það er eitthvað kjaftasaga sem gengur það að þau séu að skilja forsetahjónin. Án sér komið með annan? Já. Það er eitthvað svona... Var eitthvað sem stakk undan Óla? Já, eitthvað segir það, en við höfum ekki fengið þetta staðfest. Hvað heldur hún geti ekki gengið út og öllum aldrei? Hvað er hún gömul? Ég veit það ekki. 60? Eitthvað svo leiðis. Ég veit ekkert þetta, hvað heldur við sem að fara með eitthvað kjaftasögur í gang? Ég veit það ekki, en allan veit ég það að Dorrit, hún segir að sykur sé eitt af því óhollasta sem við getum ofan í okkur látið og hann hefur bæði áhrif á andlega og líkamlega heilsu og hún segir bara að ég finn hversu vond áhrif hann hefur á mig persónlega og ég set hann ekki inn fyrir mína varir og þetta segir Dorrit Moussaeff í viðtalinu í Lífinu sem er aukablað fréttablaðsins og hún hefur áhyggjur á sykurneyslu fólks og vill að Ísland sýni gott fordæmi með banni á innflutningi á sykri. Takk fyrir góðan. Já. Þetta segir forsetafrú Íslands. En nú er þetta fyrirverandi? Ég veit það ekki. Eru þau skilin eða ekki? Ég veit það ekki, Svali. Hvaðan heyrðu þetta? Ég? Já, bara stólnum eða? Þetta er búið að vera að tala þetta hérna og ég meina að það er nú maður sem komin Ertu búin að koma þessu nú yfir á mig? Já, ég hafi verið að koma með þessu kjaftasögu. Ég veit það ekki. Er það? Ég spyr að því að þú ert hárgreiðslumaður. Já, hringdi Eirík Jónsson. Hann hlýtur að vita það. Er forsetafrúin skilin? Já, ég þarf eiginlega að tjekka á honum, sko. Ég ætla nú að heyra bara í annarri hárgreiðslukonu. Halló? Hæ? Nei, þetta er þú? Hvað er þú að gera í símanum? Ég ætla bara að tala í útvarpið. Já, en krútleg. Heyrðu þinni minn? Er mamma ekki á svæðinu? Hún er að þvo rúmið. Já, það er eina vitið hjá henni. Það er allt saman hreint. Hún er í fríi dag og svona. Hvað ætlað þú að gera á frídeginum? Það að fara að slást eitthvað? Ættu ekki að fara í einhvern Batman-leika, Karate Kid-leika eða eitthvað? Ætlar að fara að slást, spyrðu krakkan? Já, svona þeir eru alltaf í einhvern... Nei, ég er að fara í sund núna. Já, en gaman. Ok, ég vonu skemmt þér rosa vel, þú farðu og stingdu þér. Ok. Ok. Bye. Ætlar að tala um mömmu? Já, takk. Já, er hún klárað? Leð mér að heyra inni. Ok. Takk. Bye. Halló. Komdu sæl. Já, komdu sæl. Heyrðu. Og það ertu dugleg. Búin að skipta á rúminu og allt Ég er ekki búin að ég er... Þú ert bara í því. Heyrðu, segð mér eitt, varst þú búin að heyrða að Dorrit og Óli væri skilin? Hvað segir það? Varst þú búin að heyrða að Óli og Dorrit væri skilin? Nei. Nei, þú varst ekki búin að heyra það? Þú ert hárgreiðslukona, þess að hringdi ég. Þið heyrið allt? Alls ekki, við heyrum ekki neitt. Nei, hvað er þetta sér að segja? Hann er að setja þetta allt yfir á mig og þig. Það er ekki, við viljum bara ekki við ekki um það. Hvað vissið þú þetta, Svar? Nei, ég veit ekki neitt um þetta. Hann er að koma sig yfir á mig. Já, bara svo langt síðan að Dorrit hefur komið á stofana, þannig að ég var að spyrja hana. Þú kannski spyrja hana þessu þegar hún mætir. Já, ég skal gera það. Herðu, það var ekki fleira. Ertu blessuð? Já, ok, bless. Bæ, herðu, skulum fara að þakka fyrir í dag. Þetta er búið ánægilegt klukkan 10. Hvað? Ég er bara róðin, erum við bara að vera bara með eitthvað gróu sögur hérna? Nei, þetta er ekki, nú er ég búin að heyra, þú varst að byrja þetta núna áðan og það er ekkert í fyrsta sinn sem ég heyri þetta, sko. Nei, ég veit. Þannig að ég ætlaði bara að fá þetta staðfest. Já, ég veit ekki hvort þetta sé rétt eða satt eða logið. Herru, við þökkum fyrir okkur í dag, Samfélag, Iceland og Vodafone. Við heyrumst aftur á mánudagsmorgun á slaginu 7.